finna stærð hornanna sem merkt með bókstöfum. Það y og z. En líka x og svo hérna horn sem innihalda vaff. Þá fyrsta sem ég spyr mig hvað veit ég? Jú, ég veit að línurnar eru samsíða, það gefið hérna upp og þá get ég notað reglu einslega horn. Og svo veit ég hérna að þetta horn 90 gráður, en annað veit ég ekki, þannig að ég ætla að sjá hvernig ég get nýtt með regluna einslega horn og byrja á því að lita hornin sem jafn stór. Það náttúrulega bara happa glappa hvaða línu maður tekur fyrst upp á að hitta á það sem kemur manni í gang, en ég ætla að byrja á þessari hérna að þetta horn 8 vaff pluss 35, líka þetta hér og þetta hérna og þetta hérna og þetta kemur mér ekkert áfram. Eða jú, reyndar ég gæti fundið seta, en ég ætla að sjá hvort ég get ekki fundið einhverja einfaldari leið. Ef einhver vill prófa að finna seta með því að hugsa þennan þrýrning hérna með hornasömu 180 og hugsa að já, við vitum þarna 8 vaff pluss 35. Ekki að eyða tíma þetta núna samt. Næst ætla ég að skoða þessa línu hér og þá sé ég að x jafn stórt eins og þetta horn og nú þarf aðeins að passa sig, það alveg hingað líka x og svo alveg hingað, svona. Síðan 5 vaff mínus 5. Já, sjáðu, ég gerði mistök. Að ég fyllti ekki alveg upp í hringinn. X-in alveg hingað, svona. Það væri náttúrulega stundum gott ef maður gæti bara hreinlega stróka út línurnar sem ekki verið að skoða því það geta truflað. Þannig að 5 vaff mínus 5 þá þessi grænu og hér og þannig erum við komið með eitthvað til að vinna við. Því að 5 vaff mínus 5 og vaff pluss 35 jafn stórt og nú get ég fundið vaff. Ég byrja á því að draga vaff frá báðum hliðum. Þannig að vaffin eru öll vinstra megin. Og síðan legg ég 5 við báðar hliðar. Og þá veit ég að 4 vaff jafnt og 40. Þetta út hérna 5-an, bætist við hérna. Og nú deili ég með 4 og ég fæ að vaff 10. Og þá eru 3 horn sem ég get reiknað út. 5 vaff mínus 5, það eru 45 gráður. Græna hornið 45 gráður. Og vaff pluss 30, þetta passar, vaff 10, þarna myndum við líka fá 45. Nú getum við fundið y. Y þá bara 180 mínus 45. Nei. Y 135 gráður, bláa hornið þá 135 gráður. Ég var ekki að reikna y. Ég var að reikna bláa hornið heitir x. Svona. Þannig að þá vitum við bláa og græna og ég get fundið gula hornið líka þegar ég veit vaff 10 og 80 pluss 35, það 115. Og þá get ég náttúrulega merkt inn líka, ég ætla bara að finna annan lit, eða höfum það bara svart.
Þetta er 65 gráður, svarta hornið. Nú fer þetta alltaf að verða auðvelt. Horfum á þennan þríhyrning hér, hann hefur eitt horn 65 gráður og eitt horn 90 og þá get ég fundið zeta. 25 gráður. Nú er ég bara eftir að finna upsilon og við sjáum kannski að upsilon er hluti af bláa horninu og bláa hornið var x og hérna eru 90 gráður þannig að 90 gráður pluss upsilon gefur mér x-ið. 90 pluss upsilon gefur x og x er 135. Þannig að ég sé að upsilon er 135 gráður mínus 90 gráður. Það er svo mikið sem 45 gráður. Þannig að x, zeta, upsilon og vaff. Já, þetta er svona. Það er hægt að gera þetta á annan hátt. Mér finnst ágætt að byrja á því að lita og af því það kemur í veg fyrir að ég geri klaufvöllur og þeir sáu til dæmis að ég byrja á því að lita bláa hornið vitlaust. En þið náttúrulega kannski eru með einhverja aðra leið og þá notið hana.